Sælverði, Hvíti mávar komnir af stað. Gestur okkar að þessu sinni hefur dvalið í útlöndum í vinnu sína, myndlistarmaður eða myndlistarkona. Bryndís Arnardóttir heitir hún. Hún er prófessor við háskóla í Flórída, Orlando í Flórída. Við ætlum að setjast hann inn í braggann og spjalla pínlítið saman. Komiði með. Bryndís, velkomin í braggann til mín. Þakka þér fyrir, það er svo huggulegt hjá þér. Já, það er gott að heyra það. Bryndís, eru ekki allt of margir listamenn á Íslandi? Jú, örugglega. Mér finnst samt að þeir mættu vera fleiri. Já, Já. En? Sko, það er í rauninu fer svolítið eftir hvernig skilgreinir listamaður. Já. Vegna þess að þetta er ekki verndarstarfsheiti. Þannig þeir sem hafa þetta atvinnu og þeir sem hafa þetta sem áhugamál, þetta eru allt listamenn. Og sjálfsagt marga sem langar en hafa ekki kjark. Já, til að kalla sig listamann. Til að kalla sig listamann, já. Æ, þú veist, það sem ég er svona aðeins að í að það er svo margir sem að tala þessir listamenn fá listamannalaun og allt í þeim dúrnum. Mönnum finnst eins og sé verið að eyða peningum í listamenn. Já, er þetta ekki allt bara drykkjur út og reflar? Jú, ég búi í 101. Já. Nei, sko, þetta er svolítið sérstakt vegna þess að fyrsti myndlistaskólinn var stofnaður á Ítalíu á 15. og 16. öld. Og í dag er 2015 og við myndlistakennarar og þeir sem að starfa við myndlistamenntun, við erum ennþá að réttlæta það að nemendur velja sér að fara í listnám. Já. Og eins og þegar ég tók það ákvörðun að fara í listnám, þá var fyrsta spurningin og hvað verður þá? Já, hvernig ætlar að vinna fyrir þér? Nákvæmlega. En ég vissi það ekki. Nei. Þörfin var svo sterk, sköpunarþörfin er gríðarlega sterkt afl. Og þetta er bara eitthvað sem ég varð að gera. Ég reyndi að læra eitthvað annað fyrst eins og svo margir. Já. En þetta varð ofan á. Hvað reyndur að læra fyrst? Ég reyndi að mig langaði að vera fatahönnur, til dæmis. Það er nú svona partur af þessu. Já, en ég einhvern veginn, og mig langaði í arkitektúr, eitthvað þess áttar, en svo fór ég að hugsa máli og ég hefði örugglega átt mjög erfitt með að þóknast viðskiptavinum. Já. Skildi. En í myndlistinni er ég frjálsari. Þú ert þinn eigin herra í myndlistinni? Já. Þannig að þú ræður hvernig verk þú gerir? Ég geri bara það sem að kemur frá mínu hjarta. Já. Og var það þessi sterka þörf sem að gerði það verkum að þú fórst í þetta? Já. Já. Og þetta er gríðarlega sterkt afl. Og ég er búin að kenna í 30 ár myndlist, meira og minna. Og ég finn það svo hjá nemendum mínum sem koma að þrátt fyrir að þau reyna að læra eitthvað annað fyrst eða gera eitthvað annað, þetta er svo sterkt að þetta lætur mann aldrei í friði. Já, en nú ertu búin að kenna sér eitthvað í 30 ár, myndlist. Já. Þú hlýtur náttúrulega að sjá það og finna og auðvitað gerur það að sko sumum er neitt ætlað að fara í svona. Nei, kannski er sumum ekki ætlað að fara í svona, en veistu það listnám, það er svo marglitt, þú getur eiginlega aðlaða það að þínum þörfum. Já. Af því það er eitthvað fyrir alla. Hvar hefurðu verið að kenna? Ég kenndi nú á Hrafnagilsskóla í gamla daga og svo kenndi ég í Brekkuskóla, svo var ég vel rúm 20 ári í Verkmenntaskólanum. Já. Hætti þar 2013 og stofnaði mitt fyrirtæki sem heitir Listfræðslan og þjónar símenntunarmiðstöðinni, Símey, sem er fullorðinsfræðsla. Og
það hefur gengið vonum framar, þannig að þörfin var gífurleg. Og ég gerði viðskiptaáætlun og með aðstoð vinkonu minnar og Imbru og vandaði þetta mjög vel, skrifaði námskrár fyrir ráðuneytið sem fengur samþykktar af ráðuneytið og fræðslumiðstöð atvinnulífsins, þannig að það er líka búið upp á einingabært nám fyrir þá sem að, og þetta er eingöngu ætlað fyrir þá sem að vilja fá annað tækifæri í námi og eru eldri en 20 ára og með stutt eða enga formulega menntun. Já, en sko allt þetta fólk sem sækir í þessa menntun sýnir það að það er meira sótt í þetta hér á Íslandi heldur en kannski annars staðar. Nú hefur þú samanburð. Já, ég hef verið að kenna við University of Central Florida í Orlando og er að fara 7. árið núna og þar kenni ég við myndlistakennaradeild, bæði bachelor- og mastersnemum. Og þar hefur verið eins og svo sem hérna á Íslandi líka og í Evrópu að kennslan hefur gengið svolítið mikið út á frjálsa sköpun. Já. Og ekkert nema gott það að segja og þannig vinna mínir nemendur líka. En áður en það, sem sagt, áður en að nemendur fara í þessa frjálsu sköpun, þá finnst mér og mörgum öðrum mikilvægt að þau kunni ákveðin grunnatriði. Já. Og það er þessu akademísku evrópsku grunnatriði í myndlist og það er eiginlega það sem að ég er að kenna úti. En það þýðir ekkert fyrir sko bara einhvern að koma og segja ég vil gera þetta svona, hann verður hann að fara í gegnum og svona með þér? Já, ég vil meina það að ef þú vilt gera ákveðnan hluti og ná fram ákveðnum hugmyndum, hvort sem að það er í smíði, trésmíði, málverki, þá verður að læra ákveðin grunnatriði ef að þú ætlar að ná sem sagt einhverju ákveðinu. Já. En ef að verki má alveg taka völdin og allt það, þá kannski eru grunnatriðin ekki nauðsynleg. Nei. En þegar þú fer til Flórida til þess að kenna, hvernig stendur á því að þú ferð þangað? Þegar ég lauk mastersnáminu mínu hérna við Háskólann á Akureyri, þá var ég búin að sækja í 4 ár námsleyfi. Og ég fékk svar leið og ég útskrifaðist úr mastersnáminu. Og þá svona var ég að hugsa mig langaði í doktorsnám. Og mig langaði að fara til útlanda og Ragnar Sigurðsson, sambýlismaður minn, hann var tilbúinn að fara með mér. Svo ég fletti upp í gögnunum mínum í mastersritgerðinni hvaða prófessorar ég hafði vitnað í og svona hvar þeir voru í heiminum. Já. Og sérstaklega einn sem að ég var hrifin af, Dr. Thomas Brewer. Og þá er hann prófessor við háskólann í Orlando, UCF. Já. Ég sendi hann bara tölvupóst og hann tók svona vel á mót okkur. Þannig að ég tala við hann að koma í doktorsnámið og það gengur allt saman upp. En þetta var náttúrulega á þeim tíma sem að allt var mjög óstöðugt hérna á Íslandi. Og svo komu gjaldeyrishöftin. Þannig að ég var svona aðeins að endurskoða þetta. En þeir hjá UCF, þeir buðu mér að kenna og verið í doktorsnáminu. En þá þurfti ég líka að endurskoða mín mál vegna þess að þá hef ég þurft að skuldbinda mig það í 5 ár. Og ég á börn sem þá voru öll búsett erlendis og ég hefði ekki getað heimsótt þau. Ég þurfti að sleppa málverkunum mínum og gæða stundum með sambýlismönnum mínum. Þannig að ég ákvað að gera það ekki. Þannig að þú ert ekki doktor? Nei. En gerir það nokkuð til? Nei, en það er svona, þessi fræðiheimur, hann heillaði mig svo. Já, hún getur ekki lesið það bara upp í rúmi. Jú. Maður segir svona, ég veit ekkert hvað ég er að tala um. Nei, veistu, það er svona fræðiheimur, þegar hann er svona heillandi, maður getur alveg horfið inn í hann. Já. En ég gat ekki bæði horfið inn í hann, mitt einkalíf og málverki. Já, nei. En þú málar ennþá? Já. Þrátt fyrir allt? Og ég var að halda
mína 22. einkasýningu núna. Nú? Í Gimli, í Kanada. 22. einkasýningu? Einkasýningu, já. En gaman, til hamingju með það. Já, þakka Og hvað sagði Gimli? Já. Fórstu með kassana út? Ég fór með kassan út, bara í handfarungri. Jaha. Og það gekk vel. Og hvar varstu þarna fyrir vestan? Við sem sagt, Ragnar minn, við fórum til Vancouver. Hann lærði þar. Já, sína ruglækningar. Já, hann var að sýna með svona söguslóðir og ægilega gaman og svo keyrðum við Klettafjöllin og héldum áfram, fórum til Winnipeg og Gimli. Og Gimli dásamlegur staður. Þetta svona falin perla. Já. Ég held að þetta væri allt öðruvísi. Já. Þetta var einstakt. Við hverju bjóstu þar? Ég bjóst við að væri svona meira svona hrörlegt einhvern veginn og allt miklu minna. Já. En þetta var bara einstakt og svo voru náttúrulega þarna Íslendingahátíðin. Já. Þannig að það var allt skreytt og fjöldi manns og allir í hátíðarskapi og allir tóku svo vel á móti og bera svo miklu virðingu fyrir allir íslensku. Já, en þekktir þau eitthvað til þar til þú ferð þangað? Nei. Það er nefnilega, fyrir mörgum árum síðan þá tók ég kúrs í mannfræði við Háskóla Íslands og þar var verkefnið unnið á Hofsósi þar sem að bæði prófessorar og nemendur við komu frá North Dakota og Íslendinga líka og það var verið að bera saman hvernig sagnahefðin hefði breyst, rímurnar, myndlistin, útsaumur og þess aftar. Það verður að bera þetta saman og ég tók þátt í þessu verkefni. Já. Og svo þarna hvað 15 árum seinna þá fæ ég tölvupóst frá North Dakota. Það hafði prófessorinn sem var þarna munað eftir mér, var með netfang mitt og þeir buðu mér að koma til Cavalier, Red Mountain í North Dakota og kenna. Já. Og ég fór þangað frá Orlando og kenndi 10 daga. Þannig að þú ert búin að kenna þar líka? Já, og veistu það Gestur, ég heillaði svo af þessu. Sko þegar ég þurfti að fljúga til Fargo og svo keyrði ég yfir slétturnar og ég var ein. Og ekkert GPS-tæki tók þarna þetta svæði sem ég var að fara inn á. En ég hefði skoðað loftmyndinu, mikið sjónminni, þannig að ég sá loftmyndina fyrir mér, því þetta er náttúrulega bara sléttur og ég vissi hvað var langt á milli gatnana sko, þannig ég gat svona rakið mig áfram og kom þarna til Cavalier. Það var tekið á móti mér eins og ég verið höfðingi. Þú ert höfðingi? Þakka ég fyrir Gestur, já ég kannski orðið það núna eftir að hafa komið í svona móttökur. Já. En þetta var ótrúlegt. Já. Og þarna kenndi ég alveg frá 6 ára og upp í 18 ára á 10 dögum og ekki smá keyrsla og að kynnast þessu samfélagi og fólkinu og ég bara heillaðist og þó þetta sé svona afskekt og fámennt, ég hefði getað hugsað mér að búa. Já, er það? Já, veistu það var svo ótrúlegt og ég fór á elliheimilið og hitti þarna fólk 100 ára aldur sem ennþá talaði íslensku. Hittirðu einhverja gamla frænku? Veistu, ég hef ekki ennþá látið rekja. En ég á eftir að gera það vegna þess að, og ég er svona aðskoðað í Íslendingabók, en mér finnst þetta heillandi, ég veit ekki hvað það er. En svo fórstu með sko sýningu? Já, og svo sem sagt vinur okkar Alma Grímsson sem er mikið inn í öllum málum þarna og hjá Þjóðræknafélaginu og hann kom því þannig fyrir að ég fékk að sýna á þarna Íslendingasafninu í Gimli sem er dásamlegt fólk og á opnunum komu líka margir af elliheimilinu sem töluðu íslensku. Hvað sýndirðu þeim? Ég skal segja var með verk, sýningin heiti Freyja og fyrsta kvenréttindablaðið sem að gefið er út í Kanada af Margréti Jónsdóttur Benediktsson hét Freyja og þetta var svona kvenréttindablað
og ég tilengaði sýninguna sko 100 ára kosningarétti kvenna á Íslandi. Já. En þeirra 100 ára kosningaréttur í Kanada ekki fyrir næsta ári. Já. Og það sem ég eiginlega gekk út frá að því að sko við vitum þegar fólk fór til Vesturheims, það ekki vita hversu margir fóru en það talið að 67 til 69.000 hafi verið eftir. Já. Og þetta ótrúlega tala því að samt tónst okkur að verða þjóð á ný. Já. Og náttúrulega þessar hörmungar sem gengu yfir landi, veðrið og sjúkdómar og eldgos og allt þetta, að svo hittum maður gamla fólkið og þá minningin, það náttúran. Það ákveðin birta, ákveðin stemming og náttúran og mér fannst þetta svo merkilegt vegna þess að þegar fólk fer sem sagt til Vesturheims þá náttúrulega hvað maður segja náttúran óvinnur en náttúrulega vinnur kannski í senn en í minningunni var það landslags. Já, landið og landslagið. Landið, þetta blíðan. Já. Ekki hörmungarnar. Nei, það góða veðrið. Já. Var ekki alltaf gott veður þegar þú varst lítil stelpa, manstu ekki bara eftir því? Á Akureyri? Jú, alltaf gott veður á Akureyri. Þetta ekki bara svoleiðis. Þú kannski verður 100 ára í Gimli og talar blíður á Akureyri. En það var þess vegna út af þessu sem að ég ákvað að mála sýninguna í Orlando. Þannig að það sem að ég málaði, það var íslenska náttúran úr mínum hugarheimi. Ég skoðaði ekki myndir en neitt, ég bara. Já. Þannig að landslagið á myndunum úr mínum hugarheimi og fengi héðan og þannig að þetta engin sérstakir staðir. Já, nei. Og svo konuna mínir, ég mála alltaf konur. Já. Ég hef alltaf hafa svolítið áhuga á því einmitt að fara þarna vestur eftir. Já, þú skal gera það, Gestur. Þetta ótrúlegt. Já. Það svo gaman að sjá þetta og sjá eins og Íslendingarnir sjá af því þetta var náttúrulega sko fjöldinn allur af innflytjendum sem komu þarna á mismunandi menningarheimar. Og einhvern veginn voru Íslendingarnir þannig að þeir gátu sami við alla. Og héldu svona utanum og hleyptu öllum inn á sitt svæði, þetta svæði sem þeim var úthlutað þarna í Gimli og nágrenni. Á meðan önnur þjóðarbrot lokuðu strax fyrir sínu þannig að væru ekki önnur þjóðarbrot velkomin. En Íslendingarnir voru með allt opið. Já. En sko, þú ert þarna upp frá, en svo varstu niður á Flórída. Það hlýtur að vera svolítið öðruvísi samfélag. Gjörólíkt. Hvernig sko, gjörólíkt. Flórída bara í hugum okkar Íslendinga svona sólarstaður með vatnagörðum og Universal og Walt Disney og öllu þessu. Í hvernig samfélagi lifðir þú og þið meðan þið voruð þarna og eru þarna niður frá? Sko, til viðbótar við allt þetta sem að þú taldir upp, þá gríðarleg menningarstarfsemi. Orlando menningaborg. Þar ópera, þar leikhús, þar söfn og margt fleira sem sagt hægt að gera og eitthvað fyrir alla í rauninni. Já. En það sem að við erum á svæðinu sem að við erum, þar búa margir Íslendingar, mjög margir. Og það eitt í sambandi við það sem að kom mér á óvart að það margt fullorðið fólk og samkenndin að fólk hittist og fær sér kaffisopa eða eitthvað annað, spjallar, hittist einu sinni í viku á ákveðnum dögum og svo ef einhver hefur ekki séð einhvern eða vitað af eða fólk lítur til með hver öðru. Já. Og það svo mikil samkennd og það alltaf safnað í sjóð, ef einhver lendir í vandræðum, veikindi, andlát eitthvað þess háttar, þá fólki hjálpað, það hjálpast allir að. Já. Og það kom mér á óvart að væri þarna. En svo það sem kom mér líka á óvart að í kennslunni Orlando náttúrulega fjölmenningarlegt samfélag. Já. Og eins á við skólastofuna. Og það tók mér svolítið tíma að átta mig á að þarna væru mismunandi menningarheimar. Já, þú gekkst bara ekkert inn í skólastofu eins og Íslandi? Nei, ég gerði það sko alls ekki. Já. Og ég þurfti svona að reka mig á
og til þess að læra. Þess vegna finnst mér svo mikilvægt að eins og til dæmis á Íslandi fyrir þessi fólk úr öðrum menningarheimum að þeir komi saman með okkur Íslendingum og kynni sína menningu, við kynnum okkar og ef við verðum læsa menningu hvors annars þá gengur sambúðin miklu betur. Já, ég skil þig. Og það það sem að ég hef verið að gera núna til dæmis á listfræðslunni. Ég skrifaði námskrá, menningarlæs og myndlist og með smá verkefni núna sem að í raun komið frá Útlendingastofu, Akureyrarbæ og mjög spennandi. En þegar þú kemur inn í kennslustofu og háskólakennslu og það eru allir hérna fyrir framan þig og eitthvað svona, þá eru þeldökkir og gulir og hvítir og brúnir og allavega litir frá ýmsum stöðum væntanlega, ýmsum löndum. Ýmsum löndum, sko, bakgrunnurinn og það sko að þó svo fólk alist upp eins og Flórida, það heldur sínu menningarheimi og þetta alveg sem við förum til útlanda, við heldum okkar menningu þó við reynum að aðlaga okkur menningun á staðnum. Já, en maður heyrir á því sem þú ert að segja og hvernig þú talar að þetta menningarlæsi og það sem að þú hefur verið að velta þér upp úr, að það alltaf mikið atriði fyrir þér. Mjög mikið atriði og auðveldasta leiðin til þess að verða menningarlæs á samfélag í gegnum myndlistina mínum mati. Já. Myndlistina og listasöguna. Hún eins og þú segir, myndlistin mjög sterk. Já. En þú ert búin að kynna þér þetta víða, þú ert búin að fara víða, þú ert búin að fara til Austur-Evrópu og í tíu hvað og hvað? Já, ég fór til Rúmeníu. Fórst til Rúmeníu? Já. Tilvonandi tengdadóttir mínu frá Rúmeníu. Já. Og við fórum þangað, börnin mín og ég, og tengdadóttir til Rúmeníu að heimsækja fjölskylduna hennar. Hvernig var það? Þetta var einstök upplifun. Hvar var þetta? Þetta var í Transylvaníu. Transylvaníu? Hittu þann? Já, þetta fór ég í Kastalan. Já, og fórum í svona draugaferð og allt svona. Þetta var alvöru. Já. En það sem að mér fannst eiginlega, sko, að hitta fólk að því að tilvonandi tengdarforeldrar svona míns eru alin upp í kommunismanum. Já. Og að heyra sögurnar þeirra. Hvernig var að vera móðir, meðganga, fæðing, börn í skóla. Þetta var svo, ég verð alltaf eiginlega svona orðlaus þegar ég hugsa þetta. Þetta var svo einstök upplifun og við fórum í gegnum alls konar svona ferli en það var kannski nokkur atriði sem voru góð og það til dæmis var lögð ofur áhersla á menntun kvenna og Stella sem sagt tilvonandi tengdamóðir sonar míns, hún tölvuræfindafræðingur, maðurinn hennar líka og það var sem sagt farið Rúmeníu og það var sérstaklega passað að stúlkur fengju nám og færi í háskóla. Já, fengju menntun og færi í háskóla. Já. Og svo sagði maðurinn hennar að ég man ekki alveg hvernig þetta kom til tals en þetta var eitthvað með húu og týndi húinu minni og eitthvað þá segir hann já þá í kommunismönnum þá var allir með eins húu þannig að þú tókst bara næstu það skipti ekki máli. Já. Þannig að en þetta var dásamlegt fólk og gesturistnin og Nú ertu búin að segja mér frá sko Flórída og Gimli og Rúmeníu og hvað svo? Hvernig ertu að fara aftur til Flórída? Já, við förum núna í janúar, bara eins og venjulega. Já, og þú til kennslu? Og ég í kennslu. Eru prófessorar sæmilega launaðir í Flórída? Já. Það það? Já. Og þykir þetta skemmtilegt? Já, mér finnst þetta alveg óbúslega gaman og líka sko því að vera þarna við þennan háskóla, það ráðstefnur út öll Bandaríkin og það eru svona þessi gúrúar sem ég hef verið að lesa og skrifa og
og þetta svona, og hitta fólk sem í þessum geira. En önnur áhugamál? Já, áhugamál. Þú bara að kafa í myndlist og þú prófessor í myndlistakennslu og öðru slíku? Já, og ég skal segja þér, ég spila golf. Þú spila golf? Já. Ertu sæmileg? Suma dag. Þegar þú hittir vel? Og svo spila ég bridge. Nei. Jú, spila bridge með vinkonum mínum og mjög gaman. En við spilum svona bridge, þú veist, við munum aldrei hvað við erum að spila, hver sagði hvað eða hver að... Já, þú ringir ekkert morgun eftir og sér af hverju sagðir þetta. Og svo ég líka í stórum vinkvennahópi, spilum golf. Og það eru Akureyringar, bæði sem búa hér og brottfluttar. Og við hittust einu svona ári, annarkvort hér eða fyrir sunnan. Alveg meiri áttar. Og svo hef ég náttúrulega gaman að ferðast. Og hefur þú ferðast mikið? Ég hef kannski komin eins og voðalega víða, en ég lærði bæði í Belgíu og Hollandi. Og börnin mín sem sagt voru öll að læra í Hollandi, dóttir mín og Assa og dóttir hennar, Ronja mín, stelpa, þær eru rétt fluttar heim til 7 ár. Hvað mörg börn? 3. Já. Og syni mín eru sem sagt ennþá í Hollandi. Rick í doktorsnámi í Amsterdam í efnafræði og Chris lauk í fyrra mastersnáminu í klínísku tannsmiði. Billa, ætlaði ég bara að kalla þig? Já. Við erum eiginlega búin með tíma. Já. Þetta líður fljótt. Þetta líður fljótt. Hvað sjá? Takk fyrir. Kærlega. Takk. Kem ég heim og hyggi þig, vel hjá þér alla stund.